Flugmýrabrenna 22. október 1253 var einn af stórviðburðum Sturlungaaldar. Gissur Þorvaldsson, Haukdælingur og einn helsti fjandmaður Sturlunga, fluttist norður í Skagafjörð vorið 1253 og settist að á Flugmýri í Blönduhlíð. Hann vildi sættast við Sturlunga og hluti af þeirri sáttagerð gifting hans elsts sonar Gissurar og konu hans Gróa Alsdóttur og Ingibjargar 13 ára dóttur Sturlu Þórðarsonar. Af sætt Sturlunga var brúðkaup þeirra haldið á Flugmýri haustið með mikilli viðhöfn. Ekki voru þó allir Sturlungar sáttir við þetta og Eyjólfur Ofsi Þorsteinsson, tengdasonur Sturlu Sighvatssonar, safnaði liði í Eyjafirði, fór með á 5. tug vel vopnaðra manna yfir Öxnadalsheiði og var kominn að Flugmýri seint að kvöldi 21. október. Þegar flestir voru gengnir til náða réðust þeir til inngöngu en varð lítið ágengt, og þegar Eyjólfur Ofsi sá nóttina að hætt var við að menn úr héraðinu kæmu til liðs við Gissur og menn hans, brá hann á það ráð að kveikja í húsunum. 25 manns fórust í eldinum, þar á meðal Gróa kona Gissurar og synir hans 3, en Gissur sjálfur bjargaðist með því að leynast í sýrukeri í búrinu. Ingibjörg Sturludóttir bjargaðist einnig úr eldinum.